Að treysta Guði okkar. Öll systkinin, eða við öll, þegar Guð hefur gefið okkur fyrirheit, því ég held að Guð hafi talað til okkar allra í gegnum spádóm. Og í spádóminum gefur Guð okkur fyrirheit. Og ekki aðeins fyrirheit í spádómi, heldur þegar við lesum Biblíuna, þá kennir hún okkur að hafa trú. Og að treysta á Guð. Við sjáum dæmi og reynslu margra biblíupersóna, þar sem þessar persónur lifðu margar góðar, fallegar og dásamlegar reynslur, en aðrar lifðu líka mjög sorglegar reynslur, refsingu og sársauka. Þegar við lesum Biblíuna lærum við að við eigum að treysta á Guð. Að treysta á Guð þýðir að á stund hættunar, á stund erfiðleikana, á stund neyðarinnar sem þú stendur frammi fyrir, þá áttu að ákalla Guð og treysta því að Guð muni hjálpa þér, að Guð muni leysa vandamálið, að Guð muni varðveita þig eða vernda þig á ferðalagi eða frá slysi. Að Guð muni hjálpa þér. Ef alvarlegan sjúkdóm að ræða, ef manneskja að deyja, þá skaltu treysta og segja, Guð hefur gefið fyrirheit, ég treysti fyrirheitum Guðs. Þess vegna treysti ég því að Guð muni reisa upp þannan ættingja sem alvarlega veikur, ég legg traust mitt á Guð. Ef hætta kemur, eða hvað sem kemur í lífinu skulum við ekki verða angistafull eða örvænta. Það eru til fólk sem fyllist angist, örvæntir og verður jafnvel ruglað af kvíða, því það finnur sig eitt og yfirgefið í lífinu. Það gleymir að Guð þar, gleymir að Guð talaði og gaf fyrirheit, gleymir að Guð til. Þá finnur það sig eitt og máttlaust. Það að vantreysta. Ef við treystum Guði, þess vegna til sálmur sem segir að sá sem treystir Guði sé líkt við fjall, og það fjall haggast ekki. Vindar slá á fjallið, rigningin, haglið, snjórinn, hvað sem og fjallið færist ekki, það stendur þar stöðugt. Biblían segir að þannig sé maður eða kona, börn Guðs, sem treysta á Guð. Hvað sem kemur, hætta, slys, sjúkdómur eða annað, þá treysta þau og eru eins og fjallið sem haggast ekki, sem hreyfist ekki, sem stendur þar að eilífu. Það það sem Guð vill frá okkur. Þegar við treystum á þennan hátt, treystum við því að Guð muni hjálpa okkur, Guð muni heyra bæn mína. Ég mun biðja og hann mun heyra mig, hann mun veita mér, hann mun frelsa mig, varðveita mig, vernda mig, hann mun lækna mig, hann mun reisa mig upp. Þá mun Drottinn segja, þú ert eins og fjall sem haggast ekki, sem stendur stöðugt. Mér líka það. Við getum líka kallað þetta trú öryggi, því trú að bíða eftir Guði í einhverju sem við höfum enn ekki séð rætast. Það eitthvað sem Guð hefur lofað og ég hef ekki enn séð það gerast, en ég bíð eftir því ég veit að það mun uppfyllast. Það trú. Það trúin, en traust á þeirri stundu þegar við erum að þjást af vandanum, þrengingunni og við treystum á Drottinn, biðjum til Guðs og trúum að Guð sé að hlusta á okkur. En það til fólk sem byrjar að gráta, hrópa og örvænta, leitar til fjölskyldu eða nágranna til að sjá hver geti leyst vandan eða gefi huggunarorð. Og á augabragði gleymir það að Guð hafði þegar lofað að Guð hafði sagt. Treystu, ákallaðu mig, bið mig á stund neyðarinnar, bið mig á stund þrengingarinnar, og ég mun heyra þig, segir Drottinn. Það það sem við eigum að gera, systkini. Það það sem við eigum að læra og gera, svo að Guð okkar sé ánægður með okkur og taki vel á móti kvörtun okkar, ákalli okkar og bæna okkar.